Það stundum talað að það sem einkennir sterka skákmenn sé hæfileiki þeirra og geta til þess að bjarga erfiðum stöðum. Og þetta sjáum við oft hjá mjög sterkum skákmönnum sem að fá slæmar stöður eftir byrjunina, að þeir hafa þennan hæfileika að halda sig fast og berjast og bjarga til dæmis jafntefli. Stundum þess að verðast þeir svo vel að þeir geta unnið skákirnar. Gylfi Þórðarson hafði þennan hæfileika að berjast í erfiðum stöðum, en hann beitti allt annarri nálgun við vörnina heldur en aðri skákmenn. Því að þegar Gylfi Þórðarson fekk erfiðar stöður, þá gerði hann allt sem hann gat til þess að flækja stöðuna svo mikið að andstæðingurinn áttaði sig á hver besti möguleikin var og stundum snerist skákin við. Oft þegar við Gylfi tefldum saman, sérstaklega í styttri skákum, þá fékk ég prýðilega stöð eftir byrjunina, en það var langt frá því að vera nóg, og að fá góða stöðu móti Gylfa þýddi ekki að skákin væri unnin, því að Gylfi einmitt reyndi allt sem hann gat til að flækja skákina og oft dugði það til þess að snúa henni við í sigur, og þá var ég hlegið mjög mikið að leikslokum. Skákin sem ég ætla að sýna ykkur að þessu sinni er skák Gylfa gegn bandaríska meistaranum Max Savanelli. Skákin var tefld hérna á Íslandi árið 1987 á alþjóðlegu skákmóti og Gylfi stýrði svörtumörunum, og það sem við erum að fara að sjá hér er ein flóknasta og furðulegasta skák sem ég hef séð á ævinni. Ég ætla að reyna að gera mitt besta að útskýra hvað á sér stað. Savanelli sem hafði hvítt lék E4 og Gylfi svaraði því með E5, og þá kom einna biskup C4 sem er strax svo litið óvenjulegur leikur. Gylfi lék riddari F6 og þá D4, og þetta er sjaldgæft afbrigði en getur verið mjög hættulegt ef að svartur veit ekki alveg hvað hann er að gera. Gylfi drap hérna á D4 og þá kemur riddari F3, biskup C5 og núna E5, og nú erum við komið með svona hálfgerðan ítalskan leik nema svartur er með riddarann sinni hérna F6 í staðinn fyrir C6 og svartur verður strax að bjarga riddarann sinum, og Gylfi leikur hérna D5 sem er fínn leikur, hóta biskupnum á móti. Savanelli drap á F6 og Gylfi drap á C4 og þá kemur þetta drottning E2 skák. Gylfi lék þá biskup E6, F-drepu G7 og hróku G8. Og þetta er svona frekar óvenjulegt, sjáum að svartur er með sterk peð á miðborðinu en hvítur að drepa hérna náttúrulega upp á G7, og nú lék Savanelli í þessar stöðu biskup G5 og hóta svörtu drottningunni. Og hér lék Gylfi ekki besta leiknum. Hér er besti leikur fyrir svartan biskup E7, og eftir biskup drepur E7 þá er ótrúlegt eins að best að drepa með kongnum, því að ef að svartur drepur með drottningu í staðinn þá fellur peð á D4. En eftir kongur drepur E7 þá má ég segja að staðinn sé svona í dýnamísku jafnvægi. En ef við förum tilbaka, eftir biskup G5 þá lék Gylfi drottning D5 og sá leikur strandar á ótrúlegum leik sem að hvítur á hér. Savanelli lék hérna riddari C3 og hótar svörtu drottningunni. Og vandamálið er að ef að svartur drepur á C3 þá leikur hvítur hróku D1, hóta drottningunni. Ef hún fer eitthvað þá er mát hérna upp í borðið á D8. Svartur getur auðvitað reynt að drepa hér og hóta að fá sér drottningu hér, og þá ætti hvítur bara rólegheitum að hróka og valda B1-réttin og hótar áfram svörtu drottningunni og svartur er í vandræðum. Þannig að eftir riddari C3 þá lék Gylfi í þessari stöðu drottning F5, bjarga drottningunni, og þá lék Savanelli öðrum mjög sterkum leik, hann hrókaði langt, og þá sjáum við að ekki má taka riddarann á C3 aftur vegna máts á D8. Svartur er í tölvöld miklu vandræðum í þessari stöðu, og eftir næsta leik Gylfa, riddari C6, þá lék Savanelli öðrum kraftmiklu leik, hann lék hérna G4, hóta drottningunni, og ef að svartur hefði drepið núna á G4 þá getur hvítur leikið riddari D5, nýta sér leppurinn á E-línunni, hótar bæði að taka með skák á C7 og hóta líka riddari F6 skák með fjölskyldu gafli. Eftir G4 þá hörfaði Gylfi með drottningunum sinni á G6, en samt sem áður leikur Savanelli riddari D5 og hótar eins og ég sagði áðan að drepa á C7 og skáka F6. Samkvæmt tölvunum er þessi staða töpu á svartan, en það væri óðsmannsæði að ætla að nota tölvu til að fara yfir skák Gylfa Þórðarsonar. Eins og ég sagði áðan, þegar Gylfi fekk erfiða stöðu, sérstaklega eftir byrjunina, þá leitaði hann allra leiða til þess að flækja stöðuna ennþá meira til að rugla fyrir andstæðingum sínum. Gylfi lék hérna í þessari stöðu D3. Fórna peði, einmitt til þess að opna línur og reyna að veikja hvítu kóngstöðuna. Hvítur á marga góða möguleika í þessari stöðu. Hvítur drap hérna á C7 með skák, og eftir kongur D7 þá nýtta sér leppurina á D-línunni og drap hrókinu á A8. Svartur er í augnablikinu hrók undir með kónginn á miðborðinu og þetta lítur ekki vel út. Og við sjáum það ef að svartur fer að taka riddarann hér, þá getur hvítur bara til dæmis drepið á D3 og þar allar línur opnar. Þannig að Gylfi heldur áfram að flækja skákina og leikur biskup D6.
loka D-línunni tímabundið og hóta þá skyndilega að taka drottninguna á E2. Hvítur drap á D3 og Gylfi lék C3. Fórnar öðru peði til þess að freista þess að opna kongstöðuna ennþá meira. Savanelli lék núna D4 og Gylfi drap hérna á G4 og þetta furðuleg staða eins og við sjáum. Það menn út allt borð og það var einmitt þetta sem að Gylfi leitaðist eftir að ná upp í erfiðum stöðum. Það var að flækita það mikið að andstæðingurinn fipaðist í úrvinnslunni. Og trúið mér, það var ekki auðvelt að fá upp svona stöðu á móti Gylfa. Hann var bestur í flækjunum og með þessum hætti þá náði hann einhvern veginn að þvinga sin eigin skákstíl upp á andstæðingin. Þetta virkaði yfirleitt mjög vel á móti mér. Nú kom drottning B5 hjá Savanelli, hótar að taka hérna á B7 og Gylfi lék bara rólega heitum kongur C8, skilur hennar riddara bara eftir á A8. Þá kom hrókur D3, valda riddarann á F3 og riddari B4. Hótar hróknum og nú þarf hvítur auðvitað að passa sig ef að hrókurinn fyrir langt þá máta á C2 en Savanelli tók bara hérna á C3 með skák og Gylfi fór með kongin sinna á B8 þar sem hann svona nokkuð öruggur í bili allavega. Ok, nú kom hrókur E1 og nú ýmislegt þetta að gera. Gylfi lék hérna F6, annar möguleiki var að taka hérna A2 með skák og taka á C3 en hér getur hvítur leikið hrókur E8 skák og þá sjáum við að kongurinn sleppur ekki út og þetta hefði hugsanlega geta orðið slæmt fyrir svartan eða enn verra heldur en það sem var orðið. Þannig að F6 og þá kom riddari C7 og nú loksins riddari drepur A2 skák og Gylfi drap hérna á C3 og þá skákaði Savanelli á E8 og eftir kongur drepur C7 og skákaði hann á C4 og Gylfi flúði með kongin sinn á B6. Hér besti leikurinn fyrir hvítan bara að taka þann liðsmunn sem í boði, drepa bara hérna G8 ætti að vera nokkuð gott, en Savanelli hafði eitthvað fipast hérna í öllum flækjunum, við sjáum að það menn í uppnámi allt borð. Hann skákaði hérna á B3 og í þessari stöðu þá hörfaði Gylfi með riddarann sinna á B5 og skyndilega svarti kongurinn orðinn þokkalega varinn. Hér kom hrókudrepur G8 og biskupdrepur F3 og hérna sjáum við að þessi biskup ennþá í uppnámi og hvíta kongstaðan svolítið opinn skyndilega. Savanelli hörfaði með biskupinn sinn á E3 og passaði aðeins betur upp á kongstöðuna og þá kom hérna drottning B1. Og nú má ég segja að svartur sé komin í sókn líka. D5 skák, fráskák með biskupnum og kongurinn flúði hérna á A5 og hér lék Savanelli dálítið óvenjulegan leik. Mögulega hafa þeir verið í tímahraki eða Savanelli hreinlega orðinn það ruglaður á öllum flækjunum. Hann skákaði hérna á B6 með biskup og hugmyndina sjálfsög að ef að Gylfi hefði drepið með peði þá kemur hrókur A8 skák sem enda með máti í næsta leik. Gylfi drapa sjálfsög með kong og þá lék Savanelli hrókur E8. Og nú sjáum við að hvítur hótar að fá sér drottningu og það ekki svo auðvelt að stoppa þetta og Gylfi notaði áfram eins og áður það að stundum með sókn besta vörnin og skákaði hérna á B4 með biskup og hugmyndin að lokka drottningunni burtu frá D1 réttum sem hún að valda. Savanelli drap á B4 og þá kom drottning D1 skák og nú kongurinn að fara flakk, kongur E3, drottning E2 skák, kongur F4 og drottning drepur E8 og skyndilega hefur svartur snúið skákinu við. Savanelli drap hérna á F3, það eina sem hvítur á eftir þetta frípið á G8 sem vissulega ennþá mjög hættulegt því að hugmynd hvíts að fara með drottningunum svona F8 og íta síðan peðin upp í borð. En það Gylfi sem á leik og hann heldur áfram að eldast hvíta kongin drottning H5 skák og hér kom drottning G4 og hérna sjáum við að ef að svartur fyrir uppskipti þá erfitt að stoppa hvíta peðið. Þannig að Gylfi drap á D5 með skák, kongur G3 og núna drottning G8. Savanelli heldur áfram að treysta á þetta peð, drottning D7 og núna rólegur leikur hjá Gylfa A6, býr til smá flóttaleg fyrir kongin ef hann þarf. Drottning E7 hótar drottning F8 og hér kemur eiginlega eini leikurinn og lúmskur leikur leið riddari D4 sem að gefa hvítum tvo freistandi möguleika. Eftir skák á D6 og kongur B5 þá getur hvítur valið að leika drottning drepur D4 og berjast í drottningarendtafli peð undir. Og svartur hefur svona þokkalega möguleika að vinna þetta verandi peð yfir.
Hinn möguleikin var að leika leiknum sem að Samanelli lék, treysta áfram á G7-peðið og drepa hérna á F6. En hér átti Gylfi tromp upp í erminni og það var oft þannig þegar maður var að tefla við Gylfa að hann hafði oft séð einu leik lengra og átti óvendaleik sem að sneri skákinu við. Og það var það sem gerist hér. Drottning drepa G7, fórna drottningunni og nærum leið að vinna hvítu drottninguna tilbaka og leysa skákina upp í unnið endatafl. Svartur manni yfir og frekari barátta óþörf fyrir hvítan. Svartur getur bara rölt hérna yfir á B2, tekið peðið og vakið upp drottningu og rittarinn auðveldlega að stoppa hvítu peðina með hann. Þessi skák alveg einkennandi fyrir skákstíl Gylfa þegar hann tókst að hrista upp í stöðunni með óvæntum leikjum og rugla andstæðinginn. Takk fyrir áhorfið.